síðasta viðureign liðanna var kannski heldur ójöfn. Þú reyndar tókst ekki þátt í þeirri viðureign. Hvernig svona heldur að þessi leikur muni þróast? Ég svona fyrirfram bara þetta verður jafnt og spennandi. Það er náttúrulega liðin í toppnum núna og þessi síðasti leikur er kannski ekki eitthvað sem við ættum að miða við fyrir laugardaginn, held ég. Hvað er svona sérstakt við þessa leiki? Þetta er svona svolítið sérstakt dæmi, svona kannski erfitt fyrir utanaðkomandi að kannski skilja þetta. Þetta er svona ákveðin spurning svona hjartað, sko. Þetta er svolítið svona sérstakt að spila þetta, skemmtilegt. Stóri bróður og litli bróður, getur þú rökstutt það? Ég veit ekki, ég forðast yfirleitt að fara út í þessu umræðu. Þannig að ég ætla bara að segja og passa á þetta. Eru þetta stærstu leikirnir á þínu mati hér heima? Já, í deildinni alveg klárlega held ég, sko. Þetta er svona umfangsmesta dæmið sem er í gangi. Alltaf fyrir utan bikarinn og úrslitakeppnin og það. Þá er þetta svona einn af stærstu leikjunum, myndi ég segja, sko. Nú ertu búin að vera að glíma við erfið meiðsli síðustu mánuðina. Hvernig ertu að koma undan því? Þetta er bara búið að vera að koma hægt og rólega. Bara búin að vera þolinmóður á þetta, að gefa þessu þann tíma sem þetta þarf og þetta er bara svona dett í gang núna, búin að æfa vel og býst við þetta komi núna svona hægt og rólega þegar líður á þessa síðustu umferð. Myndirðu segja að það væri stutt í þitt gamla form? Það er mjög stutt. Það er alveg að fara að detta inn bara, heldur, vonandi. Svo að lokum, hvað viltu segja við handboltanum undir í Hafnarfirði? Ég er bara fjölmennum á leikinn, þetta er fullskyldu skemmtun og allir ættu að koma og njóta þess að horfa á skemmtilegan handbolta. Takk fyrir þetta.